Skulum þá hafa nokkur orð prósentureikning og meginmarkmiðið er að kynna sögulega hvernig hugmyndin veldisvísifallið f af x skrifa svona exp af x eða í veldinu x fallið til einhvern veginn svona, hér punkturinn 0,1. Þá var Jakob Bernoulli sem að svona áttaði sig á tilvist þess einmitt með prósentu reikningum eða uppreiknuðum vöxtum. Byrjum allavega á þessu, þetta er svona hugmyndin, við viljum sjá hvað þetta kemur. Þessu getum bara byrjað á að skoða að hinn eðlilega hugmynd þegar við höfum hluti af heild. Svo höfum við tölur og þá kemur út eitthvað renta eða eitthvað hlutfall. Og svo í sögunni var þetta táknað sem 1/100 per kentum, sagði menn, prósent. Svo getum við snúið hérna sama dæmir á nokkra vegu. Ef hlutin er til dæmis 60 krónur bara og heildin er 200 krónur, hvert er þá hlutfall? Hvert er hlutfall 60 á 200? Og nú ætlum við að gefa það í prósentum. Og þá er hlutfallið, það er 60 á móti 200 eða 3 af 100. Svo er þetta að skrifa kannski svona, 3 sinnum 100 eða sækið 30 af 100 eða 30% sem sagt svona. Nú annað ef að hlutin er ekki gefinn heldur prósentan og heildin, segjum að þetta er allt saman dæmið, við erum bara snúa jöfnin á nokkra vegu, r-ið er sem sagt 30%, heildin er 200, þá er hlutin, hann er heildin sinnum prósentan og setjum inn tölunar. Það er 200 sinnum 0,3 og til 3,6. Og svo náttúrulega þriðji möguleikinn ef að heildina vantar, sem við höfum er 30%. Hlutin er gefinn, það er 60 krónur, að þá er heildin. Hún er hlutin á móti hlutfallinu. Þetta skrifa R. Sjá formúluna alltaf. Þannig hér höfum við 60 á móti 0,3 sem gefur okkur 200. Allt í fína. Nú, svo getum við skoða verið dæmi. Það má segja sjónvarp kosti 150.000 krónur. Svo er 30% afsláttur. Þannig að þetta er okkur miðaðibúð. Og svona. Þá getum við reiknað þá á kosti 2 vegu. Við getum reiknað út krónutöluna sem afslátturinn er. Það er alveg sama á að segja að sem tekið er af er þá hvað 30% eða 0,3 af heildinni sem er 150.000. Þetta eru þessar 1545, þetta er þá 45.000 krónur, það er afslátturinn. Og þá er verð eftir afslátt, Já, 150.000 mínus 45.000 eða 105.000. En auðvitað má náttúrulega bara taka þetta allt í einni atriðinu og hugsa málið svona. Það reiknar strax með afslætti. Varan kostaði 150.000 og svo hefur við að taka 30% af heildinni af, svona. Þá tökum við 150.000 samkvæmt dreifireglu
og eftir stendur 1 mínus 0,3 eða sem sagt 70%. Og við tölum þá að varan hafi lækkað 70%, það er 30% afsláttur. Og 7 sinnum 15 eru 105 og svo er hérna 1000. Þess að almennt ef að vara kostar A krónur, það er það 100% verð, og hún lækkar R prósent, þá er þetta það sem hún lækkar og við tökum A út fyrir sviga og þetta hérna 1 mínus R er kallað breytiþáttur. Nú eða ef vara hækkar kostaði 100% og ég lít á R sem jákvæðar hlutfallstölur, þá er þetta nákvæmlega sem í hluturinn. Við verðum að gera þetta í einni atrennu og segja til að uppruna verðið og svo kemur hér prósentu þáttur. Þannig þetta er ósköp eðlilegar formúlur sem ég svo sem kannast við. Og kannski algengum misskilningur sem getur komið upp svona að óathugu máli að við hækkum vöru 10% og lækkum hana síðan 10%, að þá fáum við ekki aftur sama verð og lagt var af stað með. Dæmið karamelluna í búðinni, karamella með súkkulaði eða hjúp, og hún kostar 100 krónur. Hún er geipi vinsæl og margir kaupa hana og búðarendin segir það er kannski allt í lagi að hækka, þetta er svona fyrsta sem að gerist, hækka verðið 10% og býður starfsmönnum að gera það. Þannig að þetta er það næsta sem gerist, hann hækkar 10% og kostar þá 110 krónur. En nú bregður svo við að fólk kaupir ekki karamelluna lengur. Þannig að hann sér eftir öllu saman og næsta dag þá segir hann lækka aftur 10% og það er hún gert, 110, og í staðan fyrir að segja kannski 1 mínus 0,1, þá skulum við bara skrifa sem 0,9. Lækkun 10% það þýðir að reikna á 90% af verðinu og 9 sinnum 11 eru 99, þannig hún kostar núna 99 krónur og þess að þetta hækkuðum 10% og lækkuðum 10%. Og þannig að upprunalega verðið var 100 krónur en nú kostar á 99, þið voru að hækkuðum 10% og lækkuðum 10%. Jú, vegna þess að 10% af 110 krónum er stærri tala heldur en 10% af 100 krónum. Og almennt náttúrulega gildir ef við höfum vörur sem kostar A krónur, hún er hækkuð R prósent og síðan lækkuð sömu prósentu, að þá fáum við í upprunalega verðið sinnum 1 mínus R í öðru samkvæmt samangangareglu. Þetta er minna heldur en upprunalega verðið. Og líka ef við byrjum að því að lækka og hækka svo, þá fáum við sömu niðurstöðu af því að margföldun er víxlin. Það þarf aðeins að gæta sín. Þess að ef að búðareigandinn hefði viljað fá út 100 krónur aftur, þá þarf hann að velta því fyrir sem einhver á margfælda hér. Hann þurfti að skoða þetta hér og komin í 110 krónur sinnum eitthvað 1 mínus R. Hann hefði viljað að það yrði aftur 100 krónur. Svona ef að gera þetta allt svona svo litið sjálfvist. Svona. Og hvað er þá verrið? Hann þarf að leysa það. Nema hvað að það er eitt sem er ágætt að hafa í huga, að skrifa hérna bara breytiþáttur. Breytiþáttur. Ef að við höfum stærð,
bara einhverju stærð sem maður miðalt við, eins og kannski upprunalegt verð. Og svo breytist stærðin og þá fáum við nýtt verð eða nýja stærð eða hvað það nú er. Og þá er breytið þáttur. Sérst, þetta kemur á undan og þetta kemur á eftir. Er stærð eftir breytingu á móti stærð fyrir breytingu. Við erum að reyna að mæla hvernig hlutir breytast. Og kannski getum við sett að betur fram svona. Að R er þá. Já, miða við það sem var og það sem er orðið. Og þetta er 1 plus R. Það er breytið þátturinn. Svipaðu höfðum hér áðan. Nú, ef að við höfum hér, skulum segja, bara 100 krónur til þess að hafa eitthvað og S1 er 110 krónur, þá er 1 plus R 1,1 og þá getum við fundið prósentuna. Nú ef eitthvað er að minnka, þá reiknum við jafnvel bara R með formerki. Þá er þetta 1 mínus ykkur prósentutala. Af því þessi er minni en þessi, eins og þau höfum afslátt. Og við viljum nú kannski finna R úr þessar jöfnu. Prósentuna og þá bara reiknum við. R er þá S1 á móti S0 mínus 1. Svo gerum við samnefnt og fáum S1 mínus S0 á móti S0. Það er ósköp eðlilegt. Hérna er, skulum bara segja verð mismunurinn reiknaður. Hér erum við með upprunalega verðið. Alveg eins og við gátum að reikna afslátt á 2 vegu.